hér. Halleluja. Amen. Halleluja. Takk, Jesus. Já, Jesus. Kom, helgur andi, ég þarf þig. Syngjum það saman. Kom, helgur andi, ég bið. Kom með þinn kraft og þinn kærleik. Kom, helgur andi, ég bið. Kom, helgur andi, ég þarf þig. Ó, ég þarf þig. Kom, helgur andi, ég bið. Kom með þinn kraft og þinn kærleik. Kom, helgur andi, ég bið. Kom, helgur andi, ég þarf þig. Ó, ég þarf þig. Kom, helgur andi, ég bið. Kom með þinn kraft og þinn kærleik. Kom, helgur andi, ég bið. Syngjum það einu sinni. Kom, helgur andi, ég þarf þig. Ó, ég þarf þig. Kom, helgur andi, ég bið. Kom með þinn kraft og þinn kærleik. Kom, helgur andi, ég bið. Kom með þinn kraft og þinn kærleik. Kom, helgur andi, ég bið. Halleluja. Sannarlega Drottinn. Halleluja. Áður en Snorri kemur upp og þá ætlum við að syngja sálm númer 83. Ljósins faðir, líðum gefur. Ljósins faðir líðum gefur, ljós frá himinn til að heim, og hann öllum lýsir veginn, öðrum lýsir veginn heim. Andan áttu betur, góða trúarinnar barn, við þess byrstu við getur,
Þetta var mitt tjáð að amma mín og afi elskuðu. Ekki lígur Snorri. Þannig að þetta gott að geta, í morgun þá kunni ég þetta ekki, hafi ekki heyrt þetta. En það gott að maður með sálmana svona undir niðri og þá nær maður þið. Og með bjóða Snorra velkominn og heyra Guðs orð. Komið sæl og blessuð öll. Þetta var svona brýning frá því í gamla daga. Tendra lampan, láttu betur, loga trúarinnar bál. Og það hefur löngum verið tilgangur svona samkoma eins og við erum við. Það að við brýnum hvert annað til góðra verka. Við brýnum hvert annað með því að þekkja Guðs orð, heyra hvað Jesús segir, hvað Guð hugsar, hvar við stöndum og þannig verðum við brýn til þess að gera Jesúm dýrlegan. Ég var að hlusta á konu í gærkvöldi, fór á YouTube. Hún var að vitna sína reynslu. Hún var búin að vera í kirkjustarfi í 13 ár, stundaði bænastundirnar og hún var svona í kirkju, það sem bara ekkert gerðist. Fólki bara kom, þetta bara fekk sér kaffi á eftir, heyrðu góða ræður og allir voru vinir og svo var hún alltaf á þessum 13 árum að þjást með einhverjum verki. Það voru verkir hið innra og verkir í líðamótum og allstað verkir í henni. Svo einhvern tímann hún á bænastund og þá segir hún bara drottinn, þú verður bara að hjálpa mér, þú verður bara að lækna mig. Og hún fékk einhverja vinkonu sína til þess að leggja hendur yfir sig og smyrja sig með olíu og það var beðið. Þetta var ekki endilega sterk trúarbæn, þið vitið. Þetta var ekki eitthvað sem að hrópaði Jesú nafni og vík burt Satan. Þetta bara, Jesús, taktu verkin í burtu. Hreinsaðu og gerðu dýrlegan. Og konan, hún bara allt í einu, hvað? Verkin bara farnir. Og hún var svo undrandi á þessu að þetta skildi bara gera svona einfalt. Hún fór að vitna þetta í söfnuðinu sínum og hún fann svona hægt og rólega inn á það að söfnuðin bara fór að loka á. Nei, við viljum ekki svona hvítasunnu, ekki svona karismatist. Við viljum ekki svona. Við viljum bara hafa okkar gamla, góða, rótgróna, þið vitið. Við erum bara, ég í mínu sæti, ég hef mitt hlutverk og svo bara förum við eftir rullunni eins og þetta gjarnan vill vera. En svo kom hún þetta fram eins og fór að vitna og sagði systkini, ég held að Guð hafi erindi til okkar. Og hún bauð, spurði hvort að 2 börn sem voru þarna, hvort þau mættu koma fram og vera með henni á bæn. Og hún spurði hvort að einhver væri hér sem þyrfti á fyrirbæn að halda. Og það var kona sem var þjáðist af svona brjósklosi, þið vitið. Brjóskið var búið, það var alveg bein í bein og allstaðar verkir í handleggjum og hnjám og svona. Og hún sagði við börnin, leggið hendur ykkar yfir hnið á henni og segið bara verkur, við segjum að fara í burtu Jesú nafni. Og konan, hún hafði ekki mikla trú á bæn þessara barna. Hún var bara svona ósköp góð amma, þið vitið, horfði á börnin, já, þau mega alveg gera þetta. Og þau fóru nákvæmlega svona, lögðu hendur sínar á hnið á konunni og báðu verkin að fara í Jesú nafni. Og þá heyrist allt í hennu, og konan spratt upp og gekk hvað, hann bara horfinn. Þú veist, þá var bænasvarið komið samstundis og Guð gerði sitt dýrlegan í gegnum börnin líka og börnin, þau fóru út allan salinn og þau voru að biðja fyrir hinum og þessum. Eftir samkomuna voru allir voðalega ánægðir, Guð að gera sitt dýrlegan, en svo var safnaðarfundur. Við viljum ekki svona samkomur. Við viljum ekki þetta. Systkini, hvað mætir okkur stundum í trúnni okkar? Við viljum gjarnan vera örugg á því að við höfum svona Guð í vasanum, þið vitið. En einn af þeim sem að lét lampan tendra betur og loga trúarinnar bál, hann var að lesa Guðspjallið hans, hann Elmar. Og Guðspjallið frá Jóhannesi. Og mér finnst svo rosalega merkilegt þegar við tölum Guðspjall Jóhannesar, þá á hann líka 3 bréf að auki og hann á heila opinberunarbók að auki.
Þannig þessi maður hefur fengið að segja og skrifa okkur mjög góð skilaboð. Og í gegnum allt þetta sem hann hefur skrifað tendra lampan, láttu betur, loga trúarinnar bál. Leyfðu báli trúarinnar vera yfir þér. Þetta maðurinn, Jóhannes, sem var yngstur, og þið sjáu gjarnan á myndinni í hinni heilugu kvöldmáltíð, þá Jesús þar með lærisveinum sínum og Jóhannes þessi sem hallar sér upp að Jesú. Hann var yngsti postulinn, yngsti lærisveinninn og hann var sá eini sem stóð við kross Jesú Krist. Þegar Jesús dó, þá hann þar. Og þið vitið hvað var gert? Öllum reitum hans, öllum eignum Jesú Krists var skipt í sundur, þeir skáru klæðin og klæða földin hans nema kyrtilinn. Hann var heilofinn. Þeir köstuðu bara hlutum kyrtilinn. Jesús hafði ekkert með þetta að segja, en það var búið að spá fyrir þessu í Davíðssálmi 22. Og Jóhannes stendur þarna og horfir á þegar þeir skera klæðin og skipta með sér og svo taka þeir kyrtil hans og þeir kasta hlutum hann. Svo heyrir hann frá munni Jesú. Sonur, sjá þar móðir þín. Móðir, sjá þar sonur þinn. Þetta var eina eignin sem Jesús átti sem að ráðstafaði við dauða sínum. Hann lét móður sína ekki vera eftir eina, heldur fól Jóhannesi að annast fyrir henni það sem eftir var lífs hennar hér á jörð. Sonur, þar móður þín. Og María flutti inn til Jóhannesar og var þar sem eftir var lífs hennar hér á jörð. Og Jóhannes, hann sá til þess að sjá þessari konu farborða og hún var alltaf heima hjá henni og þetta eini postulinn sem fekk ekki að líða píslarvættis dauða en hann fekk að reyna píslarvætti. Það annar mál. Hann var sendur á eina Patmos og eigin Patmos, hún var jafnvel ekki talið nógu góð fyrir hann því að þessi maður, hann upplifði að honum var útskúfað úr mannlífinu. Og hvað sagði þessi maður? Til þess að hann mætti tendra trúarlampan okkar. Hvaða skilaboðir ritað af þér til að þú megi vita að við eigum að tendra trúarlampan betur og láta ljós trúarinnar skína. Við skulum aðeins fara yfir Jóhannesarbréfið. Komdu með mér í 1. Jóhannesarbréfið, 1. kapitulan, og ég ætla bara að vera svona í nokkurum versum í 1. kapitula Jóhannesarbréfsins. Ég ætla að fara með þig fara með þig í 1. versi bara, því að mér finnst það skipta svo miklu máli. Ég með 12 punkta sem ég langar til þess að nefna við þig. Ekki af því að ég ætla að segja það endilega alla, ég ætla aðeins að fara með þig inn í þetta. Jóhannes byrjar bréfið og hann heilsar okkur, efni vort það sem var frá upphafi. Takk fyrir. Það var áður en mikli hvellur átt sér stað. Og nú það svo merkilegt að þeir eru með websjónaukan að kíkja út í geiminn og þeir finna ekki mikla hvell. Hann var bara aldrei. Þeir eru sendir aftur á upphafsreit og upphafsreiturinn þetta: í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Þannig það bara upphafið að þessu. Guð bjóð þetta allt saman til. Eigum að treysta því? Látum trúarlampan loga og lýsa. Tendra lampan, láttu betur, loga trúarinnar bál. En það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur vorar þreifuðu á. Og takið þetta hvaða skilningavit hann nefnir. Það sem við höfum heyrt. Hann heyrði boðskapinn að munni Jesú Krist. Hann tók mark á boðskapnum á svipaðan hátt og hann tók mark á orðum Jesú þegar hann var á krossinum og þetta var eitt af síðustum orðunum hans: Jóhannes, þarna móður þín, takk hann að þér. Og það svo athyglisvert, hann var lögfræðingur sem segir mér frá þessu. Hann sagði: þetta rómarréttur sem birtist í þessum orðum. Jóhannes skrifar samkvæmt rómarrétti. Sonur, það móður þín. Móðir, það sonur þinn. Og þetta myndi standast allstaðar í öllu Rómaríki sem löggilt erfðaskrá. Hann satt uppi með konuna og konan satt uppi með hann.
Og þetta var óumbreytanlegt, því að þegar Jesús dó, og þið vitið hvernig þetta með erfðaskrána, hún í fullu gildi eftir að maðurinn dáinn. Hún gildir ekkert fram að dauða hans. Hann bara sýnur vilja. Og Jesús Kristur með sína erfðaskrá, hún heitir Nýja testamentið. Það í fullu gildi eftir dauða Jesú Krist. Svo við mögum alveg taka testamentið og setja það til okkar og í hjarta okkar og láta lampa trúarinnar loga betur. Heyri amen við því. Svo heldur hann áfram og segir, það sem augun okkar horfðu á, hendur voru að þreifuðu á, það orð lífsins. Að geta þreifað á orði lífsins, það svolítið stórt og mikið atriði. Og hann heldur áfram síðan, og ætla að fara með ykkur inn í 5. versið, og þetta boðskapurinn, þitt orð lífsins, sem við höfum heyrt af honum og boðum yður guðljós. Myrkur alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúgum við og iðkum ekki sannleikann. En ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, takk fyrir, þá höfum við samfélag hver við annan. Og takk eftir þessari tengingu. Við erum þó ekki ein. Þetta svolítið merkilegu þáttur sem Jóhannes dregur fram eðli Guðs ríkisins. Ef þú Guðs barn, þá viltu hafa samfélag við Guðs börn. Ef þú vilt fylgja Jesú Kristi, þá sækjuru í þann hóp sem með Jesú Kristi. Stundum það þannig að hópurinn sem ætlar að fylgja Jesú Kristi, hann fer að setja þér skilyrði. Hann fer að búa til girðingar. Hann fer að ýta þér frá. Alveg svo ég var að segja ykkur frá konunni sem fór að boða lækningu og biðja fyrir sjúkum. Það var ekki alveg viðtekið í söfnuðunum vegna þau voru vön öðru. En elsku bestu systkini, okkar hlutverk að vera hönd, fótur og munnur Jesú Krists. Við eigum að sjá það sem honum tilheyrir, við eigum að tala eins og hans orð segir, við eigum að gera eins og orð hans talar og við eigum að fara þann veg sem hans orð talar Og Jóhannes ýtir þessu að söfnuðunum að ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan. Tökum svo eftir einu. Við förum í annan kapitula. Þar kemur drottinn Jesús, eða þar kemur Jóhannes með kveðju og hann byrjar á að ávarpa söfnuðin. Börnin mín, segir hann. Ekki lærisveinar, heldur börnin mín. Og þú barn ef að þú getin eða alinn af einhverjum. Og ég trúi því að Jóhannes hafi litið þannig á söfnuðin að þeir sem hlustuðu og urðu fyrir áhrifum af predikunum hans, það voru börnin hans. Við vitum ekki hvort hann hafi gifst eða átt börn. Við höfum enga upplýsingar það, en allavega vitum við að börnin sem fengu þetta bréf voru þau andlegu og trúalegu börn sem tóku mark á orðinu. Börnin mín, þetta skrifa ég til þess að þér skulið ekki synga. Takk fyrir. Það mögulegt? En ef einhver syngar, þá höfum árnaðamann hjá föðurnum. Já, það möguleiki að synga, en við eigum árnaðamann. Og árnaðamaður, við getum talað það sem bæði lögfræðing eða verjanda. Það maður sem gengur með þér fram fyrir Guð almáttugan. Og ef að þú verður spurður af því, þú stendur fram fyrir Guði og Guð spyrir þig, af hverju á ég að hleypa þér inn? Þú eitthvað betur öðrum? Af hverju áttu að fá að taka þátt í Guðs ríkinu? Hverju myndir þú svara? Þá spurningin, ertu með árnaðamanninn hjá þér? Þá getur bara að svara Guði, veistu það, ég trúi á það sem að þessi gerði og ég treysti því. Og Jesús Kristur mun þá segja, hleyptu honum inn, verði ekki af þessu, gott og góði og trúi þjóð, yfir litlu varstu trúr. Við fáum að komast inn vegna trúar okkar á Jesú Krist. Það stóra atriði í þessu. Við eigum árnaðamann hjá föðurnum, hinn réttláta Jesú Krist. Hann friðþæging fyrir syndir vorar, ekki einungis vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins, líka þínar.
Og hér komum við kannski að blindskerinu sem svo margir stranda á. Við eigum alveg aðgang að Guðsríkinu og þú mátt alveg ganga inn í Guðsríkið, en hvað hindrar þig? Hvað aftrar? Hvað stoppar þig í að ganga inn í Guðsríkið? Getur það verið að það séu þínar eigin hugsanir? Það séu þínar eigin efasemdir? Að þú segir við sjálfa þig, nei, þetta getur ekki verið svona einfalt, en það er nákvæmlega það sem að Jesús er að segja við þig. Trúðu á það sem að ég hef gert. Ég leið og dó fyrir þig. Og Jóhannes sem að skrifa okkur þetta bréf, hann var sjónarvottur að hátign hans. Hann heyrði hvað Jesús sagði á krossinum. Hann vissi hvað var í gangi og hann er að boða okkur einmitt þetta orð trúarinnar sem mun leysa þig frá valdi syndar og dauða og hjálpa þig til þess að þú losnir við synd, losnir við skömm og þú megir ganga inn í Guðs ríkið fyrir hans tilstilli. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Hér erum við komin að einu atriði sem að snertir náttúrulega rosalega við okkur. Hvernig vistu þú Guðs barn? Hvernig vistu þú fylgir Jesú Kristi? Hvernig vistu þú að hann er þinn? Ef þú fylgir boðorðum hans, ef orð drottins er í hjartaðinu og ef orð drottins er í hugaðinu, ef þú leyfir orði Guðs ráða, þá ert að ganga Guðs veg. Þetta er ekki flóknara en svo hjá henni Jóhannesi og ég tel að Jóhannes eigi alveg erindi með þennan boðskap til okkar. Hvernig líst þér á? Ég held að þetta sé kjarnaatriði í því að við varðveitum okkur í hópi þeirra trúuðu. Orð hans munu láta þig standa. Orð hans munu veita þig líf. Orð hans munu gefa þig lækning og líf. Orð hans munu leyfa söfnunum safnast saman, dafna, þroskast og bera guðlega ávexti. Og það þarf hér á Íslandi að orð drottins fái ómað yfir land og þjóð. Þetta var einu sinni þjóð sem var helguð Guði og við höfum ástæðu til þess að ætla að þegar írsku munkarnir voru hér á bilunum 400 til 800, þeir komu frá Írlandi, þá hafi þeir nefnt landið Ísland. Og það var vegna þess að í gelísku er orðið Ísi eða Ísa, það er sama orðið Jesús. Svo þeir hafi helgað landið Jesú Kristi. Þetta er land drottins sem við byggjum. Má þá orð Jesú Krist heyrast? Megum við þá kalla blessun Jesú Krist yfir okkur? Megum við þá íta klakanum og ísnum í burtu og við leifum orðið drottins verða Jesú orðið, Jesú landið og þá tökum við undir það sem hann segir að því við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Vitið systkini, við stöndum frammi fyrir mjög mörgum sem er á fullum launum. Ég sá það í skattaframtalinu, þeir eru með 1 milljón á mánuði og þeir þora ekki að segja okkur satt. Þeir eru hjá ríkiskirkjunni en þeir þora ekki að segja okkur alveg satt. Þeir tala ekki alveg samkvæmt þessu orði. Þeir hafa breytt guðfræðinni samkvæmt þeirra eigin kennisetningum. Hverjir voru það sem gerðu svona á dögum Jesú? Hverjir fóru fram yfir? Hverjir tók ekki mark á? Hverjir voru það sem að Jesús var alltaf að leiðrétta? Voru ekki kallaðir farisear og saddúkear? Í dag heita þetta jafnvel prestar og predikarar. Og hvað stöndum við í dag ef að við ætlum ekki að taka mark á því sem að Jóhannes segir við okkur? Og hann er hiklaust með þennan einfalda mælikvarða sem hann segir því við vitum að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Og boðorð hans er ekki bara umburðarlyndi. Alls ekki. Boðorð hans er það að þú gjörur iðrun, þú snúir þig frá synd og þú gangir á Guðs vegi. Það er boðorð Jesú Krist. Hvenær er iðrun og fyrirgefning syndanna boðuð hjá okkur?
Í dag þjóðin yfirleitt barnaskírð og það búið að ganga þannig frá málum að þú átt að fá þetta allt saman í barnaskírninni, ómálga og þú veist ekki einu sinni hvað gerðist. Jú, þú var skírður, þá fékkstu fyrirgefningu syndana, þá fékkstu heilagan anda, þá var nafn þitt skráð í lífsins bók, þú þurftir ekki að gera meir. En við hverja var Jesús að tala að gera iðrun? Gjörið iðrun, snúiði við. Hvar sá boðskapur á meðal okkar í dag? Jóhannes að minna okkur á að ef ekki verður hugarfarsbreyting hjá okkur og við förum út úr syndahugsun og syndamyndinni, þá vitum við að við verðum alltaf að tapa fyrir freistingum og fyrir djöflunum og svo framvegis. En hver sem varðveitir orð hans, í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera stöður í honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Þetta ekki orð til mín? Þetta ekki eitthvað sem ég má taka til mín? Ef ég vil fá ykkur þar, á ég þá ekki sjálfur að vera þar? Jú, auðvitað. Og sjáu þið svo komið með mér á næstu blaðsíðu, 9. versið, sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann ennþá í myrkrinu. Af hverju þarf þetta að standa svona? Sá sem þykist vera í ljósinu og hatar bróður sinn. Hver staða bróður þíns í þínu hjarta? Hver staða okkar í söfnuðunum gagnvart hvor öðru? Eitthvað hatur, eitthvað leiðindi, við að mótþróast eitthvað? Þá sjáum við hvernig Jóhannes leggur þetta fram. Kærleikur drottins, hann settur í hjört okkar til þess að við verðum elskuverðar manneskjur. Við elskum bræður og systur. Og mér finnst það mjög athyglisverður þáttur sem að ég trúi að eigi erindi til okkar. Af hverju skiptir þetta máli? Jú, þetta eitt af því sem að bæði Páll postuli og Jesús Kristur talar að verði einkenni á síðustu tímum. Að bróður kærleikurinn, hann hverfur. Söfnuðurinn missir kærleikan. Söfnuður fer út í eitthvað annað. Það eitthvað önnur atriði sem komaða fram. Og við gleymum því að við ræktum hjarta okkar og líf til þess að orð hans og blessun hans og vilji hans megi móta okkur til hans eignar. Skoðum aðeins meira. Hann segir í 12. versið, því rita ég yður börnin mín, af því að syndir yðar eru yður fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Ég rita yður þér feður, af því þið þekkið hann sem frá upphafi. Ég rita yður þér ungu menn, af því að þér hafi sigrað hinn vonda. Og sjáu þið hvernig hann ávarpar feðurna, ávarpar söfnuðin, ávarpar hinn ungu menn. Hann ritar okkur af því að syndir okkar eru fyrirgefnar. Varðveitum okkur þar. Og svo ætlum ég að fara með þig í 15. versið. Mér finnst það alltaf svo athyglisvert hvernig Jóhannes tínir til þessi atriði. Þegar hann segir, elski ekki heiminn. Það stóra atriði. Elski ekki heiminn. Heldur ekki þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sig kærleika til föðurins. Því að allt það sem í heiminum fýsn holdsins, fýsn augnanna, auðaf og oflæti, það ekki frá föðurnum, heldur það frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans. Og sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Og nú komin spurningin hjá okkur, hvað á hann við með þessari fýsn? Hvað það sem við eigum að forðast að ná í tökum á okkur? Fýsn holdsins, fýsn heimsins, fýsn augnanna. Hvað það sem að glepja okkur sýn? Hvað það sem að byrgja fyrir okkur að við sjáum Jesúm Krist? Hvað við að horfa á? Hluti af þessu að við viljum svo gjarnan vera elskuleg að við viljum ekki styggja áheyrendur okkar. Nei, það má enginn lappa út, þið vitið. Það eiga allir að vera kyrrir og allir að vera með okkur úr samkomu. Og ég ætla að minna ykkur á það sem að Woody blessaði sagði þegar hann var orðinn gamall maður og komst ekki á samkomu. Þá situr hann út á veröndinni og það ungur maður sem gengur framhjá og hann með biblíu undir hendi. Og Woody segir við hann, hvaðan kemur þú, vinur minn?
Ég kem úr kirkju. Jæja, varstu á samkomu? Var samkoma góð? Já, mjög góð. Og voru margir sem frelsuðust? Nei, ég held ekki. Nei. Var þið eitthvað reiður? Nei, það var ekki reiður. Það kallaði ekki góða samkomu. Það var enginn sem tók ákvörðun. Enginn var reiður og enginn lét frelsast. Þetta var mælikvarði á dögum Moody's. Og hvenær var Moody uppi? Hann var svona 1860-70. Hann vildi hafa þetta að þegar þú komst á samkomu, þá tókstu afstöðu. Ef þú labbaðir út, þá tókstu afstöðu. Ef þú gekkst fram, þá tókstu afstöðu. Og þetta alltaf sama afstæðan. Þið vitið hvernig þetta að Jesús Kristur, hann leið fyrir þig opinberlega. Og Páll postuli, hann notaði orðið og sagði, þetta gerðist ekki í afkima Agrippa konungur. Þú veist alveg hvað hefur gerst. Og þetta var það sem allir þekktu á dögum Páls postula, hvernig Jesús Kristur var leiddur fram. Krossfestur, píndur, krossfestur, dáinn og grafinn. Og við sjáum alveg að þessi játning kirkjunar, hún á alveg erindi til okkar. Og eðlilegt að við fáum að heyra, elski ekki heiminn. Heimurinn þoldi ekki Jesúm Krist, af hverju ætti hann að þola þig? Heimurinn sagði, gef oss Barabbas lausan, krossfestu hann. Eigum við að segja það sama við Jesúm Krist? Nei, það hafði aðeins hægan, ég ætla að vera einn af þessu vinsælu sem allir hlusta á. Það hlustar enginn á nema andi Guðs vinni sitt verk. Þjóðin, hún þarf að verða undir krafti heilagsanda og snertingu heilagsanda. Og svo segir það við okkur, þetta svo athyglisvert, epithymia, það fýsnin. Og hvað þýðir þetta? Epithymia, þetta grískt orð, sem löngun í það sem okkur bannað. Epithymia, löngun í það sem okkur bannað. Það talaði Pétur segir, hann talar óleyfilega listisemdir. Kannast þið við það? Dettum bara í það. Jú, fáum okkur bara smá í nös. Já, gerum þetta bara. Við erum bara vinir og það allir í samfélagi. Ég var eins á til sjós í Norðursjónum. Og það var síður okkar þegar við vorum búin að landa. Þá fórum við í sturtu og við fórum í bað og svo var farið gjarnan upp á krá og allir fóru svona að drekka. Nema ég. Ég gat labba með þeim en ég fór yfir bæinn. Það var ekkert gaman að drekka með mér, því ég var aldrei fullur, ég var aldrei að gera neina vitleysu, þið vitið. Og það óþægilegt fyrir þá sem eru að detta í það og gera alls konar vitleysu að vera með einum sem ekki að taka þátt. Af hverju hann hérna eins og kvistur í trénu? Af hverju hann stinga mig? Af hverju þetta óþægilegt? Þetta bara stundu svona. Ef þú tekur ekki þátt í listisendum heimsins, þá ertu óþægilegur. Þú stingur. Og hvað eigum við að gera? Ef að hætta að stinga? Nei. Við tökum þátt í því að elska Jesú. Elskum hans orð. Og vitið hvaða árið þetta hafði á skipshöfnina sem var ég með? Mér finnst alveg gríðarlega vænt þessa skipshöfn. Þegar ég minnist þessara gæja í dag, þá þetta eru kærir vinir mínir. Þeir ákváðu að fá samkomu. Og það eitt sem segir, Gunnar, það skipstjórinn, áttu ekki að sjá til þess að séu samkomun á sunnudögum borð. Og Gunnar skipstjóri var bara, hann fór alveg í köku, hafði aldrei hugsað neitt út í þetta. Og hann bara tautaði eitthvað og sagði ekki frá. Svo þá segir vélstjórinn, sem var nú frekar svona skemmtilegu kall, frekur og ákveðinn, Snorri, þú bara að hafa samkomu, þú bara að hafa guðþjónustu. Ég segi, já, ok, kallaði sama liði, við komum hérna inn í messa og ég fór fram í, náði biblíuna mína og ég gaf þeim Guðs orð. Þeir báðu ekki ábót. Þetta var eina samkoman í Norðursjónum það árið fyrir 50 árum, en ég sé ekki eftir því sem ég sagði. Ég veit nákvæmlega hvað orð ég gaf þeim. Ég gaf þeim Rómarbréfið 12. Að við skildum gera okkur sjálfa að alfórn á altari Drottins Jesú Krist. Þeir sátu hann og sögðu ekki orð.
svo fór ég og hélt áfram að tala og ég kláraði orðið. Þeir fengu allavega orðið, þeir fengu samkomuna. Átti ég að skammast mín? Nei, ekki aldeilis. Ég trúði því sem hér stendur. Fýsn holdsins, fýsn augnanna, auðaf og oflætið, það ekki frá föðurnum, heldur það frá heiminum. Og heiminum fyrirfest og fýsn hans. Og þú átt ekki að farast með heiminum. Heyri amma við því? Hann heldur áfram, börni mín, það hin síðasta stund. Og sjáu því, við erum bara komin í 2. kapitula og 18. vers, þá Jóhannes strax fann að tala við söfnuðin síðustu stund. Hvað eru margir sem þola ekki boðskapinn síðustu tíma? Hvað eru margir sem eru farin að veigra sér? Hvað er ekki margir búin að segja, ég þoli ekki þetta að tala endurkomu Jesú Krist. Það er alltaf verið að tala síðustu tíma. Þetta er ekki skemmtilegt, maður er bara hræddur. Og sjáu þið hvað Jóhannes segir síðustu stundina. Það er komin hinn síðasta stund. Þér hafið heyrt að andkristur kemur. Og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það hinn síðasta stund. Þeir komu úr vorum hópi. Og ég þorði varla að lesa þetta. Getur það bara virkilega verið að í söfnuðinum var fólk sem gaf sig út í það að verða antikristir. Þeir fóru að vinna gegn Jesú Kristi. Og svo vorum við að lesa það bræðurna og systurna. Við eigum að elska bræður og systur, en svo hluti af þessum bræðurum og systurum, þetta eru andkristar. Hvernig getum við fengið þetta heim og saman? Hvernig getum við staðið á því að við elskum bræður og systur og sumir eru andkristar? Hvað eigum við að gera? Hvernig eigum við að fara að? Sjáu hvernig hann segir, þannig að lesum aðeins samhengið. Þeir komu úr vorum hópi og heyrðu oss ekki til, en þér hefðu heyrt oss til, þá hefðu þeir áfram verið með oss. Ef þeir hefðu heyrt oss til, þá hefðu þeir áfram verið með oss. Og það hluti af vandanum. Það svo margir sem víkja frá. Það svo margir sem velja þann kostinn að standa ekki vörðin með okkur. Þeir vilja annað. Ég nefnir ekki verið með Kitta, alltaf sömu lögin og hann talar alltaf eins og nú Snorri kominn og þá þetta bara tvöfaldur skammtur og þetta allt og hart og allt og þungt og þið viti. Svona talar fólk. Mér alveg vel kunnugt það. Og við þurfum eitthvað léttara, þið viti. Við þurfum að heyra brandara svona inn á milli og það þarf að vera skemmtilegt, við þurfum ekki að hlegið og svo framvegis. Við þurfum að hafa gaman af. Mennir eru nefnilega svona. Þeir eru sólgnir í listisemdir sem þeir hafa ekki gagn af. En Jóhannes ekki að gefa okkur tækifæri til þess að nota samkomuna sem brandarastaði. Þetta ekki uppistandsstofa. Þetta ekki leikhús. Þetta orð Drottins flutt af krafti heilags anda. Samkvæmt orði hans og vilja. Og takið svo eftir. Þeir yfirgáfu hópinn. Eða þeir svældu aðra frá. Það þarf ekki að fara langt í Jóhannesarbréfin. Ég ætla að fara með ykkur bara inn í annað bréf Jóhannesar, þriðja bréf Jóhannesar, og sjáu þið, hann hér að tala til safnaðarins, til barnanna sinna, og þá segir hann í 9. versinu þar, ég rita nokkuð til safnaðarins, en Díótrefes, sem vill vera fremstur meðal þeirra, tekur eigi við oss. Svo Jóhannes, hann upplifði líka að með því að honum var hafnað. Manninum sem að Jesús Kristur fól að annast fyrir móður hans, það sem eftir var lífs hennar. Hann sagði við hann á krossinum, sjá þar móður þín. Og hann sagði við móður sína, sjá þar sonur þinn. Og Díótrefes, hann tók ekki við honum og kom honum í burt og ítt honum út. Það ekki alltaf sem að við fáum að vera í söfnuði sem eilífur kærleikur. Þetta líka barátta. Og sjáu þið svo, erum við komin á hina síðustu stund? Erum við að tala um það? Þurfum við að vita af þessu? Skiptir þetta máli fyrir okkur? Sjónavotturinn,
Hann talar svolítið kröftulega til okkar og ég ætla aðeins að fá að nefna við ykkur það sem ég hef séð í blöðunum undanfarnar vikur. Mér hefur þótt að mér vera mjög athyglisvert. Ég prentaði þetta út, þetta Morgunblaðið 29. mars. Og hér grein sem að kemur fram í pistil, hamfara spár vegna hinsegin fólks. Og það alltaf verið að nú okkur því nasir að við erum alltaf að tala hamfarir vegna þess að hinsegin fólk eitthvað að gera. Og ef við förum inn í aðra þætti, þá þessu gerð skil líka í DVF. Hún Hanna Katrín Friðriksdóttir, hún einmitt talar þetta, hvert þeim kristnu að beina sjónum okkar. Hamfara spár vegna hinsegin fólks. Ekki bara vegna þeirra, líka vegna þeirra. Það nefnilega í Biblíunni, þá verið að benda okkur á að hamfarir aukast þegar syndin eykst. Eigum að nefna fleiri hamfarir? Má ég nefna fyrir ykkur það sem að við erum að tala stöðuna hjá okkur landbúnaði, hvenær ætlar að hætta að steikja eða elda læri á sunnudögum. Þú veist, kindakjötframleiðsla hefur snarminnkað. Það verið að högga að rótum Íslands. Það verið að högga að framleiðsluferli landbúnaðarins. Eigum að taka fleiri þætti? Ætli þeir eigi erindi til okkar? Meiðyrði og rógburður vaxandi mein samkvæmt óbirtri rannsókn. Eitthvað að hristast og skjálfa. Og hér maður Helgi Gunnlaugsson, prófessor við HÍ. Hann segir, þeir sem helst telja að þeir hafi orðið þolendur internetsglæpa flestir undir 30. Þetta ekki bara samkynhneigt fólk, líka það. Þetta bara vaxandi vandamál á meðal okkar. Eigum að tala fleiri þætti sem að snerta okkar eigin tíma. Vitið hvað þið segja með unga fólkið okkar? Hafið séð að það vaxandi klámnotkun á meðal ungs fólks. Og þetta til blessunar? Þetta varúðarmerki sem farin að koma upp í dagblöðum vegna þess að við erum komin að hinum síðasta tíma. Það var að segja okkur eitthvað sem að við viljum helst ekki vita. Og svo segir fólk, já það bara alltaf verið að tala gegn samkynhneigðum. Vitið þið, við tölum gegn samkynhneigðinni af því hún synd. Við megum ekki samþykkja hana vegna þess að hún synd. Guð hefur flokkað hana sem synd. Í dag þrýstingur á okkur að við tökum hana burt af syndalistanum og þú samþykkir þetta fólk bara vegna þess að það fólk eins og þú og ég. Ég alveg sammála því. Þetta fólk alveg eins og þú og ég. Og þetta fólk, það hefur nákvæmlega sömu stöðu gagnvart Guði og þú og ég. Það þarf að gera iðrun. Það þarf að gera iðrun og snúa við. Það til of mikils mælst að segja við fólki, snúðu þér, gerðu iðrun, gakktu Guði á hönd. Þangað við að fara. En í stað þess að við fáum að leyfa þessu hljóma, þá verður að segja, hei, tökum til skólana, kennum börnunum okkar þar. Tökum þetta niður í leikskóla, kennum börnunum okkar þar. Leifum þessu öllu að flæða og fljóta vegna þess að við erum bara öll mismunandi. Og þetta svo flott heimspeki og fyrir bragðið nötra jörðin. Hver talar það? Af hverju segi ég þetta? Eigum aðeins að koma í Lúkas í Matthews og Guðspjall? Komið með þangað. Jesús Kristur, hann hikar ekki við að segja það við okkur í 24. kapitulunum, ég held þessi 7. versi þar. Þjóð mun rísa gegn þjóð, ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðanna. Hvaða tími þetta sem að gerast? Hvernig stendur á því að þetta eitt af táknunum að Jesús að koma? Og við heyrum að það verið að segja við okkur að svona þurfa mennir svona þarf söfnurinn að sjá hlutina vegna að þetta einkenni á síðasta tíma, eins og Jóhannes talar Hvað það að postuli segir? Ef við komum í Rómarbréfið,
Athugum hvort að Páll postuli sé sammála. Það gott þegar við vitum það að bæði spámennirnir og postularnir eru sammála. Ég ætla að fara með ykkur í 8. kapitulan, 22. vers. Við vitum að öll sköpun stynur líka og hefur fæðingarhríðir allt til þessa, en ekki einungis hún, heldur og við sem höfum frumgróða andans. Jafnvel við stynjum með sjálfum oss meðan við bíðum þess að Guð gefi oss barnarétt og endurleysi líkami vora. Og þetta hluti af vandanum hjá okkur. Við erum að sjá syndina vaksa í okkar samfélagi og við segjum Guð, hversu lengi á þetta ganga? Halda þetta sé eldra? Halda að Jesus hafi verið sá fyrsti sem að fann þetta upp? Eigum að koma saman í Amos. Amos einn af spámönnunum og það gott þegar við berum saman. Við kennum bæði spámennina og postulana og Jesúm sem hyrningastein. Eigum að athuga hvað Amos segir þetta? Þetta er þá kjarni kristinna trúar. Þegar spámennirnir, postularnir og Jesús tala þetta saman. Ég ætla að fara með í 8. kapitula. Amos, eru ekki þar? 7. vers. Drottinn hefur svarið við vegsemd Jakobs. Aldrei skal ég gleyma öllu því þeir hafa gjört. Hlaut ekki jörðin að nötra af slíku og allir þeir sem þar búa að verða sorgbittnir, svo að hún hófst upp allstaðar eins og Nílarfljót. Hún bylgjast. Spámaður sá þetta. Og Amos, hann var löngu á undan Jesú Kristi. Og Jóhannes, hann tekur þessi orð, að hann notar þau og bendur okkur á að það komin hinn síðasta stund. Ekki eðlilegt að söfnuðurinn verði kunnugt þessi atriði? Ekki eðlilegt að við hér í Keflavík, við fáum að leyfa þessum atriðum hljóma frá okkur, það hinn síðasta stund. Það ekki okkur að þakka að við höfum jarðskjálfta. Það ekki vegna þess að við höfum beðið gegn Íslandi að við höfum eldgos. Þetta náttúra landsins, en þið vitið að stundum þá fáum við eldgos eins og hér í Meradölum. Þetta bara sjónarspil, menn hafa bara gaman að koma og sjá. En hvað með eldgosi sem eftir að koma? Hvað með Kötlu? Hvað með Öræfajökul? Hvað með Bárðarbungu? Hvað með Öskju? Vitum við hvað framundan Sjáum við hvernig Guð getur notað náttúru landsins gegn okkur? Ekki með okkur. Sjáum við hvað þetta getur verið hættulegt ef vernd Guðs tekin frá. Og ég segi, gjörið þið iðrun, snúið þið frá syndum ykkar, komið þið inn í söfnuðinn og þegar söfnuðinn komin á sinn stað, verum samkvæmt Jóhannesi, elskum hvert annað. Göngum inn í það að við lögum hér innra hjá okkur sjálfum og við predikum orð Guðs án þess að hika og þá mun söfnuðurinn fá bæði blessun og landið fá blessun og þá verður vakning og eldur yfir okkar landi. Þá mun þjóðin standa og spyrja hvað eigum við að gjöra bræður og þá verður sama svarið og Pétur sagði. Snúið við, látið niður dýfast og gangið í Guði á hönd. Þetta mjög einfalt mál. Ég ætla að enda með því að benda ykkur á börnin Guðs í 3. kapitulanum. Í honum engin synd. Hver sem stöðugur í honum syndgar ekki. Þetta þitt veganesti. Ef þú heldur í Jesú Kristi, þá syndgaru ekki. Hvernig líst þér á? Ef orð Drottins í þér og þú heldur þau stöðulega við Jesú Krist, þá heldur þau syndinni frá. Hvað sagði ekki Guð við Kain? Syndin liggur við dyrnar og hefur hug á þér. Hann átti að ráða yfir syndinni. Ef að Kain átti að geta það, hvað með þig? Af hverju heldur að þú þurfir að tapa fyrir synd? Af hverju á ég að tapa fyrir syndinni? Ég tala hérna mjög digurbartlega. Af hverju á ég að fara svo á morgun og detti í það eða ég geri ykkur aðra kunstir eða fyrir. Af hverju á ég að svíkja náunganum peninga og svo framvegis? Hvað á ég að gera til þess að Jesús Kristur fá að vera tillegur? Ég á að líkast honum. Ég á að verða eins og hann. Þetta að koma. Bara lítið eitt í einu.
Ég er ekki alveg orðin nákvæmlega eins og hann, en sískinni, verum róleg. Hver sem er stöðugur í honum, hann syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki. Og svo er hann 8. versið. Til þess birtist Guðs sonur að hann skyldi brjóta niður verk djöfulsins. Hafi djöfulli fengið að byggja eitthvað upp hjá þér, vertu alveg rólegur. Niður í smaðurinn á verki djöfulsins er Jesús Kristur. Hann getur rifið öll áhrif djöfulsins í burtu frá þínu heimili. Þess vegna segir Páll postuli við fangaverðinni í Filippí: trú þú á drottinn Jesú. Þú munt verða hólpinn og heimili þitt. Heyri, amen. Ég sé að Dagný er farin að kíkja úrið, þá er ræðan orðið svolítið löng og það er komið alveg hluti af kaffinu. En sískinni, höldum okkur fasti orð drottins. Leifum orði Guðs ná tökum á okkur og líkumst þannig Jesú Kristi. Við skulum standa upp, gjörum svo vel. Erum við með bænarefni sem þið vilja að við bíðum fyrir? Mætti ég fá spurningu? Já, komdu. Eru fleiri? Mér langar til þess að við bíðum saman og svo ljúkum við útsendingunni og þá höfum við spurningu. Drottinn minn, þakka fyrir og blessar áheyrendur okkar. Þú blessar þá drottinn sem hafa heyrt og hlustað og við gefum þér dýrðina af öllu því sem fram er sagt. Það sem við höfum haldið fram drottinn, þú styður það. Ég vexa maður fyrir það að þú ert frelsari mannana, þú ert sonur Guðs, þú útdeilir gjöfum þínu okkar á meðal og þakka þér fyrir að þú gefur okkur kraft til þess að vera knúin af heilugum anda, til þess að gera vilja þín og elska bræðralagið og bræðrasamfélagið í Jesú nafni. Amen. Heyri, amen. Gjörðu svo vel. Nú stoppa ég útsendingu.